Örn Bárður Jónsson, gjörðu svo vel. Formaður, góð systkini nær og fjær, ég vil nú bara fagna þessu undri sem að gerast að við erum að sjá stjórnarskrána fæðast og þetta gamla tré, það að laufgast á ný og nýjar greinar að vaksa á því og það stórkostlegt að fylgjast með þessu. Ég þakka B-nefnd fyrir gott starf og fagna því að hér að í fyrstu grein hér handhafa ríkisvalds að það forseti talinn meðal þeirra sem hafa með höndum framkvæmdavald. Ég hef ekki vilja gera mikla breytingar á forsetaembættinu en tel þó að þurfa að skerpa á valdmörkum einhvern hvað varðar það að synja lögum staðfestingar. Varðandi þann þátt sem að getur hér í 14. grein staðfesting laga, þá talað að ákvörðun forseta þurfa að vera rökstudd. Ég hef áður bent á að þetta setji forsetan í óæskilega stöðu. Auðvitað getur hann rökstutt málið með því að vísa til þjóðarinnar eða að tala gjá milli þings og þjóðar og svo framvegis, en ef hann þarf að setja fram rökstutta skoðun, hvort sem gera það sem prívatpersóna eða embættismaður, amtspersón, þá þyrfti hann að mínu mati að leggja embætti sitt að veði. Ef að hans rökstuðningur ef hans rökstuðningi eða skoðun hafnað í þjóðaratkvæði, þá finnst hann að þurfa að leggja embætti sitt að veði. Þannig að ég bið ykkur að skoða þetta betur með rökstuðningin. Það verður þó í það minnsta að útfæra það í greinagerð hvað átt við með rökstuðningi. Ég fagnaði hér í 17. grein að komið inn að stjórnvöldum sé óheimilt að ábyrgjast fjárhagslegar skuldbindingar einkaaðila og ég framhaldi því sem Pavel sagði, kannski í gríni, ég veit það ekki, þegar hann talaði frjálshyggjuna, þá finnst mér að frjálshyggjan eigi að vera sjálfri sér samkvæm og standa á eigin fótum en sitja ekki í kjöltu ríkisvaldsins. Frjálshyggjan á að vera óháð, það ekki. Og svo spurning hér í 19. grein að fengnu samþykki fjárlaganefndar þegar að talað auka útgjöld, hvort að það þurfi ekki að hafa inni orðið fyrirfram til þess að hnykkja á því að þetta verður ekki verið farið í kringum þetta samráð sem svo mikilvægt í lýðræðis þjóðfélagi. Aðeins hérna varðandi valkostina á einni blaðsíðunni hér, 5. lið ráðherrar og Alþingi, þá held ég að væri kannski best að við tækjum það sem gengur lengst og hefðum alla valkosti inni áður en að gerð verður hér kostning eftir SVT og þá séu allir kostirnir upp á borðinu og þá mætum við þörfum allra. Þá ætla ég bara í stuttu máli, ég skal vera fljótur því að það margir búnir að koma inn á atriði sem ég sleppi. En hér í kafla stjórnsýslu og eftirlit skipun embættismanna þykir mér of veikt að segja að ákveða megi með lögum að skipun í önnur embætti skuli fara fram með sama hætti og talaður hér að framan dómara og ríkissaksóknara og fleiri. Mér finnst að þessar stofnanir skipti svo gríðarlega miklu máli sem að eiga að skapa hér hlutbundin vinnubrögð og tryggja það að stjórnvöld geti stuðst við alvöru álit, alvöru stofnana og þess vegna þurfi að standa sérstakan vörð þessar stofnanir og tryggja þeim sjálfstæði og tilveru grundvöll. Í sambandi við þetta, þá ætla ég að aðeins að koma hér að hugtakinu umboðsmaður Alþingis sem ágætt hugtak og það þá haldið áfram með núverandi hugtak. En ég var sjálfur svo hrifinn að hugtakinu ármaður Alþingis. Það auðvitað gamalt og romantist og ég veit að það kannski þýðir ekkert að tala það, en ég ætla að segja ykkur af hverju ég nota þetta. Ármaður samkvæmt orðabók umboðsmaður konungs eða stórhöfðingja. Orðið getur líka þýtt vendarvættur, hollvættur í fjalli eða steini, samanber ármaður í Ármannsfelli. Og þá ætla ég að koma aftur að þessum stofnunum sem svo mikilvægir fyrir þjóðfélagið. Þær Ármannsfell. Þær skjól og veggir til þess að vernda okkur fyrir flóðbylgjum, ágangs og ásalni og gróðahyggju og ég veit ekki hvað spillingar og hvað má segja. Og það gríðarlega mikilvægt að þessar stofnanir sem að Þorvaldur Gylfason nefndi svo vel og fór vitrum orðum hér áðan að þær standi nánast óhagganlega. Það búið að selja eitt Ármannsfelli hvarf
ein Esjan var seld og við sáum það að hrunið, það sem gerðist að fólk vildi taumlaust frelsi og fékk það frelsi og frelsið lét eins og ofvirkur unglingur með athyglisbrest á meðan að eftirlitskerfið var ekki enn komið á gelgjuskeið, var bara barn í bleiu og á brjósti. Og það þetta misræmi í okkar hegðun sem skemmir og skadar svo mikið. Og af því að nefndar voru hér mikilvægar stofnanir, þá ætla ég að nefna eina sem að Þorvaldur nefndi líka en þó ekki í þessum sama flokki, og það kirkjan. Hún átti ekki sök á hruninu. En kannski hefur dvínandi áhugi fólks á kirkjunni og boðskap hennar haft eitthvað að segja varðandi það hvernig fyrir okkur komið. Og þar með kirkjan orðin ein af þessum ármannsfellum sem að þarf að varðveita. Takk fyrir.